Ok, nú halda áfram. Fyrsta vídeóið núna komið og live á YouTube og vá. Ja, velkomin í vefþátturinn og velkomin í vefþátturinn. Hvað gerast? Eitt hérna, ef þið ætlaði að horfa heima og kæri áhorfandi, ef þú ert að horfa á þetta núna, búin að horfa í cirka 80 mínútur á venjulegum hraða, þá hérna pro tip. Það að fara hérna í speed og hraða á vídeónu upp í alveg 2x og ég ætla að hafa þetta í dag þrískipt, við erum að halda þessu félagsum þrískiptum, þannig að þetta er getið að horta á þetta. Við erum 3 félagsum röð. Miklu hraðar. Seinstu ásnum við kenna í. En það getur verið gott að hraða ákveðna kafla til þess að bara ná yfir og svo ef það er eitthvað þá getið hægt á. En hérna, svona er auðvitað hægt að komast í gegnum mun meira efni á skemmri tíma. Og ég verð ekkert sár. Ég hlusta flest allt á 1,5 upp í 2. En núna erum við nú vitum við cirka hvernig þetta verður hjá okkur í vetur. Við vitum cirka svona, við erum að sögum blaðsíðu áður en við byrjum síðan að fara yfir efnið sjálft sem við gerum það núna. Og núna í þessu næstu cirka 40 mínútur og næsta mánudag munum við fara yfir HTML og hvað það er og hvernig það virkar. En ef við tökum þó nokkur mörg skref tilbaka, þá er það í okkar eðli að segja sögur. Og við höfum verið að segja sögur fyrst bara í sagnaminninu, þar sem fólk lærði þetta utan af og sagði þetta við varðeldinn, kósí stemming, síðan á skinni, pappír og svo bókum og svo er þetta búið að vera svona exponentially alltaf að verða hraðar og upplýsingar og sögur, það geta dreifst hraðar núna en það geta gert fyrir 1 ári, fyrir 10 árum og miljónsinnum meira hraða lengra en fyrir 100 árum. Og það er þá aðalega núna út af vefnum. Og vefurinn er svona frábært tól út af þessu. Þetta er svona, það geta allir skrifa sitt, komið því upp og það getur verið aðgengilegt fyrir hérumbili alla. Það er ekki allir á netinu með aðgang að vefnum, en það er alltaf fleiri og fleiri á hverjum degi. Og þetta þessar pælingar það hvað gerist þegar við erum ekki lengur bara með eitthvað sem við prentum og setjum á blað og dreifum, þetta getum við gert eitthvað meira með það. Hvað þá? Og þá kemur inn þetta hugtak hypertext. Það hugtak þýðir svona ólínulegur texti sem er einhvern veginn tengdur við annan texta og það er hægt að nálgast strax þessa tengingu. Þannig að við erum ekki bara með bók sem við þurfum þá að fletta einhvern veginn og finna nákvæmlega hvað er verið að vísa í. Þetta getum við einhvern veginn farið strax í gegnum textan á svona hoppi og farið fram og tilbaka. Og þetta hugtak var skilgreint árið 1963 af manni sem heitir Ted Nelson. En hann byggði þetta mikið á grein sem Vannevar Bush, sem var í bandaríska hernum, skrifaði undir lok seinni heimsstyrjaldarinnar sem heitir As We May Think. Það sem að hann er að velta upp hugmyndum það hvernig væri hægt að nýta tæknina sem var að koma, sem var svona að stíga sinn fyrstu skref, svona þessi brjálæðislega tæknibylting sem varð eftir seinna stríð. Hvernig við getum nýtt það í það að manage betur og nýta betur tæknina til þess að skipuleggja hugsanir okkar. Og þá hugsaði hann upp eitthvað tæki sem hann kallaði Memex, sem gat einhvern veginn tekið, það var eitthvað svona grafpappír sem var mikið notað á þessum tíma og gat tekið niðurskrifað nótur og myndir og hljóðupptökur og einhvern veginn haft þetta bara í vasanum og skoðað. Hann var bara að spá fyrir vefnum árið 1945. Og það er einmitt koman upp með þetta hugtak. Hey, við erum með eitthvað svona og ég vil bara geta verið með myndaði. Hérna er upptaka, hér er fundagerð og þetta er allt aðgengilegt strax. Og svo höfum við svona veldið þetta eigið ævintýribækur sem að útfara svona hypertext á svona analog hliðstæðan máta. Þannig að þá erum við ekki strax, en við förum fram og tilbaka og við erum svona mynda okkar eigin svona leið í gegnum eitthvað. Og svo náttúrulega þegar við hugsaum þá er þetta bara eins og vefurinn í dag. Við förum á Wikipedia og allt í einu vitum við allt ristavélar. Þegar við erum bara einhvern veginn búin að fara eftir með því að fylgja linkum, með því að nýta hypertext til þess að fara
út allt og upp allt og út allt. Síðan árið 1968 í því sem seinna var kallað Mother of All Demos kynnti Douglas Engelbart til sögunar NLS eða Online System. Hann var á þessum tíma við MIT og var þar búinn að vera að vinna með hópi af fólki í nokkur tíma að þessu NLS-kerfi og ákvað að kynna þetta bara allt í einu 90 mínútna sessjóni hana 1968. Og hann kynnti til sögunar músina, hypertext, fjarfundarbúnað og fleira, ritvinnslu, source control, bara þetta er svona mind-blowing stuff að þetta hefði gerst árið 1968 og svona bara til að aðeins að fá smá sens að það, þá er þetta demo til á vefnum og hérna er hypertext parturinn. So look what else we can do here. I've got this file that's structured. If I want to see what's in there, I can walk down the hierarchy levels and see, or return. But there's another thing I can do. There's a root dice that I have here. So here, I'm afraid I'll need a different picture of the view. So here's what I drew with a picture drawing capability here. It's a slight map if I start from work. And here's the route I seem to have to go to pick up all the materials. And that's my plan for getting home tonight. But if I want to, I can say, the library, what am I supposed to pick up there? I can just point to that. And oh, I see, overdue books and all. Well, there was a statement there with that name on it. Go back. What am I supposed to pick up at the drugstore? I see, very interesting. All right. Mark it. Oh, I've already seen that. Rather small like that. Gee, that's too much. Anyway, so we have this feature of structuring our material hierarchically, being able to move around it very well. When we get a hierarchy, such as I can show you here now. Setið aðeins fallegra viðmót á þetta og þetta getur verið mjög gott app í dag. Þú veist, þetta var árið 1968. Þú veist, við erum ekki ennþá búin að realisera marga af þeim hluti sem voru kynntir hérna. Þannig að þetta er í raun, þetta er búið að vera til lengi og vefurinn þó hann sé ekkert það gamall, hann sé rétt svona komin á 30-aldurinn, þá er þetta búið að vera til staðar þessar pælingar, þessi tækni í lengri tíma. Og the future is already here, it's just not very evenly distributed. Þetta er quote eftir William Gibson, sem er svona sci-fi höfundur, skrifaði til dæmis Neuromancer, mjög góð bók. En við erum í raun bara einhver hluti sem að þið kannski munu díla við í framtíðinni, munu þið bara vera vinstra megin á normaldreifingunni og svo eftir því sem að hluturinn þróast og verður betri þá komast fleiri að honum og þá kemur þetta svona inn í svona almennu vitundina. Þið hefur kannski tekið eftir þessu með einhverja hluti þar sem að þið hefur kannski uppgötvað eitthvað app og svo 2 vikur seinna, 2 mánuðir seinna eru allir farnir að skoða. Þetta er svona, þetta er þessi dreifing sem er svo áhugaverð að skoða. Og svo margt sem við gerum og sem við lærið er eitthvað sem er búið að vera til í svo miklu fleiri ár en maður myndi giska á. En þegar það var búið að skilgreina þetta hugtak og koma fram einhverju svona, hvað þurfum við að geta gert til þess að geta leyft bara hverjum sem er að búa til svona töfra skjöl eða svona töfra hluti eins og eitthvað sem nýtir hypertext. Og þá kom til sögunar markup language. En það er leið til þess að taka einhver texta og ljá honum einhverja aukna dýpt. Og þá er það einhver lýsing á skjali sem er setningafræðilega aðgreind frá texta skjalsins. Þannig að hérna erum við að lesa einhver texta á þessari glæru sem ég bjó til, en það er samt búið að setja inn einhverja lýsingu sem segir til að þetta hérna eigi að vera fyrirsögn sem er svona og þetta eigi að vera hlutir sem eru í svona bulletlista og þeir eiga að birtast svona, en við höfum samt sem aðra alltaf textan. Þannig að við erum með textan og svo erum við með lýsingu á því hvernig textin eigi einhvern veginn að haga sér og vera. Og það eru nokkur flokkar af svona markup málum. Við erum með svona lightweight markup mál
sem þá bara mjög einföld setningafræði sem eykur læsileika fyrir fólk. Við erum með presentational, þá erum við með svona WYSIWYG, en WYSIWYG stendur fyrir what you see is what you get. Það eru svona, WYSIWYG-ritlar eru þá þannig að þú gerir eitthvað, þú ýtir eitthvað takka og puff, það kemur og það lítur út eins og þú vilt að það líti út, yfirleitt. Nema þegar maður nota Word og maður ýtir á enter og allt fyrir rugl. Þannig að þú veist, það eru svona presentational. Þar markupið falið, það falið einhvern veginn í skjalinu sjálfu sem þau eru að vinna með. Það ekki hreinn texti, ef þið reyna að opna Word-skjal með textaritli, þá reyndar í dag það í læsilegu formati, en hérna fyrir nokkrum árum, þá var þetta bara binary skrá, þetta var bara skrá sem opnuð og þetta bara eins og að reyna að opna mynd. Þetta bara eitthvað tákn af því að hann kóðað þannig að bara forritið skilur það. Svo erum við með procedural, þá erum við með markup innifalið í texta sem leiðbeiningar aðgerðir. Þannig að við erum að segja eitthvað, hér leiðbeining það að næst út þessa línu á þetta að vera feitleitrað. Það sem innan þessa hér, þannig að það var að gera mjög sérstakar leiðbeiningar. Þetta þá runnið undir frá því þegar það var verið að búa til prentvélar. Þá til PostScript sem forritunarmál eða markup-mál sem að síðan þróast yfir í svona umbrotsmál sem heitir LaTeX sem þið munuð jafnvel skrifa einhverjar skýrslur í hérna meðan þið eru í skólanum. Og svo erum við með descriptive, en þar erum við með markup sem gefur texta merkingu sem óháð birtingu þess, sem þá eins og HTML. Þannig við erum ekki að segja næsta lína á að vera feitletruð, heldur erum við að segja næsta lína mikilvægari en aðrar. Mér sama hvernig þú birtir það, ég bara láta þig vita, þú sem birtir þetta einhvern tímann, að þetta mikilvægara. Birtingin getur síðan verið feitletrun, hún getur verið gera það öðruvísi lit, feitletrað og í öðrum lit, okkur sama. Við erum bara að gefa textanum merkingu á þess að segja til hvernig hún birtast. Þá hérna dæmi svona markdown. Markdown dæmi svona lightweight, þar sem við gerum fyrirsagnir sem svona með svona millimerki. Við getum sett feitletraðan texta með því að gera hann svona, skáletraðan, við getum sett tengil, við getum sett lista af orðum. Og síðan getum við tekið hann og kert henni gegnum eitthvað og þá birtist hann svona. Þannig að það sem hér það sem var á fyrirglærunni búið að birta það. Og þessum dæmi þá ég að nota markdown til að skrifa allt mitt stöff. Þannig að hér erum við í þessum fyrirlestri. Heldum að fórum að kíkja undir húddið. Þannig að hérna ég með leið í markdown til þess að segja að ég ætla að birta markdown sem það sem var á fyrirglærunni og síðan sleppi ég að hafa skipurinn sem segir til hvernig það birtast og þá birtist það í raun renderað. Þannig að ég keyri þennan texta í gegnum forrit sem þýðir þetta yfir í HTML sem síðan notar framework sem heitir Reveal.js sem býtur svona glærusjó og þannig ég búinn að forrita svona mitt workflow. Þannig að ég skrifi markdown, ég fer í scale eða í shell í terminal, ég keyri skipun, það keyrir á öll mín markdown-skjöl, býr til fyrirlestrana sem síðan ég nota. Þannig að þannig erum við að nota svona 2 mismunandi típur af markup-málum. Síðan LaTeX, þá getum við verið með hérna kemur eitthvað begin document, title, LaTeX, author, Óli. Þá þetta með eitthvað svona sérstakar leiðir sem það síðan birtist. Þegar við gerum köllum í make title, þá það eitthvað skipun sem að sér það að birta titleinn út frá upplýsingunum sem við erum búin að gefa og svo gerum við eitthvað section. Svo getum við verið með aðra skipun sem býr til efnisyfirlit. Ef þið síðan lesir svona fræðiskýrslu sem líta allar rosalega mikið eins út en allar rosalega flottar, þá það allar gerað með LaTeX. Og svo höfum við HTML sem að descriptive markup language. Og HTML stendur fyrir Hypertext Markup Language. Svo við notum Hypertext og við erum með Markup Language til þess að búa til Hypertextið. Og HTML kom fyrst fram á sjónarsvæði 93. Það var þróað af Tim Berners-Lee og það voru nokkrar útgáfur sem byggðu á öðru markup-máli sem heitir SGML. Síðan komu seinni útgáfur sem byggðu á öðrum markup-málum, XHTML og svo HTML5. En SGML Standard Generalized Markup Language og það var ISO staðall, þannig að það settist niður fullt af einhverju kláru fólki og sagði
sem að búa til markup-mál til þess að enda öll markup-mál. Og þetta sem sagt mál sem lýsir öðrum markup-málum. Þannig að þú býr til skjal sem segir hvernig þú býr til markup-mál. Þetta er svolítið tölunarfræði hnotskudd. Og þetta byggt á 2 hugmyndum. Sniðið ætti að vera lýsandi og sniðið ætti að vera strangt og svo þessi auðvelt að vinna úr því. Þannig að það er í raun lýsandi, þannig að manneskjur geta sest niður og skrifa það og það er strangt svo að vélar geti tekið það og unnið úr því og birta einhvern veginn. Síðan tók Tim Berners-Lee SGML, settist niður og bjó til fyrsta vefþjónin og vafran. Þetta er vélin sem hann vann þetta á. Þetta var Next vél sem hann notaði hjá CERN, samevrópsku eðlisfræði rannsóknarstofunni, og þarna stendur á vélinni "This machine is a server, do not power down", af því að þetta var í raun fyrsti vefþjónninn var bara á hans vél, þannig að ef hann slökkti á vélinni þá hætti vefurinn að virka, af því að vefurinn var bara ein vél. Síðan komu fleiri, sáu hvað hann var að gera og fóru að búa til aðra vefþjóna og það komu póstlistar þar sem að fólk var að tala og ákveða eða leggja til og segja hvernig hlutirnir hvernig var hægt að þróa þetta áfram. Og til dæmis árið 1993 stuttu eftir að Tim Berners-Lee gaf út HTML, þá stakk Mark Andersson upp á EMG elementinu, þannig að við getum farið og fyllt þessum link og sé þetta er tölvupósturinn sem var sendur 25. febrúar 1993. Það sem bara verið að ræða hei, mér langar að bæta við í HTML, EMG, þá erum við með source, þannig að við getum gert svona, og þá getum við linkað í einhverja mynd, og það var bara eitthvað frábær hugmynd, og þá fóru allir þeir sem voru þá að útfæra vafra og bættu við stuðningi, og þetta er ennþá eins í dag, þannig að einhverju gaur 93 var að flytta í þessu, stakk upp á þessu, og þetta er nákvæmlega eins í dag. Svona setjum við mynd í HTML. Svo fór vöfrunum að fjölga. Við fengum Line Mode browser sem er svona browser í terminal. Við fengum Link sem er líka svona browser í terminal. Hann er elsti svona notaði browserinn í dag, þannig að við getum í raun að opna hann og það er margir sem nota hann. Þá er það algjörlega án grafík, þannig að við sjáum bara textan. Mosaic sem var fyrsti svona stóri alvöru vafrinn og síðan fyrsti svona commercially successful vafrinn sem var Netscape Navigator, og þá sér í lagi Netscape Navigator 4 sem kom út 97 og var minn fyrsti vafri. Hann var frábær. Og síðan fjölgaði vefsíðunum og þið sjáu eftir því sem þetta stækkar, vefurinn verður stærri, það eru fleiri að vinna í þessu, þá kemur upp þessi þörf fyrir það að ég þarf einhvern veginn, þetta var bara mjög kaotískt, vilda vestur stemming, allir gera bara eitthvað, allir vafrarnir og útfæra bara eitthvað. Það var bara í minn hag sem vafraframleiðandi að búa til eitthvað nýtt, geðveikt cool, bara þess að fá notendur, sem síðan meikaði ekkert sens þegar svona nýja brumið var farið af því. Þannig að þá var sest niður og það var bara við þurfum að staðla HTML, bara alveg niður í hörgul, hvernig á þetta virka. Og þetta var fyrst reynt hjá IETF, Internet Engineering Task Force, sem er svona verkfræðingar á netinu, bjargamálunum. Það gekk ekki, bara það var ekki samkomulag á milli þeirra sem voru að vinna í þessu, en það var síðan tókst fyrir útgáfu 2 sem kom út 95 og við getum aftur opnað bara þennan staðal og þá getum við fyllt bara þessum staðli. Þessi staðal segir bara nákvæmlega það hvernig á að skrifa HTML árið 1995. Bara ef við förum einhverstað niður, þá er verið að útskýra hvernig HTML-tréð verður til þegar við skrifum HTML. Þannig að þetta er svona þaðan sem við erum að koma. En út af því að þetta gekk ekki nógu vel, þá stofnaði Tim Berners-Lee World Wide Web Consortium eða W3C hjá MIT árið 94 með stuðning frá Evrópusambandinu og DARPA sem var og er rannsóknararmur bandaríska hersins. Og W3C eru óháð samtök sem sér það að staðla og halda við stöðlum og ýmsu tengdu vefnum. HTML og CSS en ekki JavaScript.
það annað batteri sem staðlar JavaScript. Og þetta er svona óháð samtök. Og það getur hver sem fengið setið þarna í ef þú þekkir alltaf fólki eða borgar með pening og getur í raun haft áhrif á það hvernig framþróun vefsins er. Á 20 ára afmæli vefsins 2013 þá skrifaði Tim Berners-Lee grein og þá undirstrikaði hann þetta sem hans prinsip þegar hann var að búa til vefinn. The primary design principle underlying the web's usefulness and growth is universality, and it should be accessible from any kind of hardware that can connect to the internet, stationary or mobile, small screen or large. Það var alltaf ætlun Tim Berners-Lee með vefnum að allir gætu haft aðgang að honum. Allur kóði sem hann skrifaði og hann skrifaði fyrir vefþjónum Vavra var gerður hann var látin út án nokkura skilmála, nokkura copyright alveg í public domain, þannig að þá gat fólk sé kóðan, afritaðan og þannig í raun dreifðist þetta. Og það svona vefurinn hefur alltaf verið svolítið svona hot mess af góðum hugmyndum og það er það sem er svolítið frábært við það. En ok, aðeins meira niður í það hvernig við skrifum þetta og hvernig þetta virkar. Fyrsta sem að við sjáum, ég ætla að byrja því að opna hérna til að hafa svona við sem til að fara yfir hérna. Hérna erum við með minnsta HTML skjalið, svona, stakkum þetta hér og lokum hérna. Og fyrsta sem við sjáum hérna, fyrsta línan í því er hérna doctype, HTML. Ok? Ástæðan fyrir því að við erum með þetta doctype er út af því að vefurinn er runnin frá því að vera SQML-based mál. Og SQML segir það þarf að skilgreina skilgreininguna fyrir það sem þú ert að skrifa. Og það er gert í þessu doctype. Þá er þetta document type definition sett upp sem vísar í skjalið sem vafrinn notar til þess að vita að þú sért að skrifa eitthvað rétt. Þetta er allt voðalega svona mikið bras, en sjáum síðan af hverju þetta er auðveldur í dag. Þannig að við þurfum að segja doctype sem vísar á þetta. Hérna í gamla daga, þegar maður var að skrifa vefi, þá þurftum maður alltaf að byrja á því að skrifa eitthvað svona í staðinn fyrir þetta hér. Þannig að þá værum við að skrifa HTML fyrir 10 árum síðan, þá hefum við skrifað svona í staðinn fyrir þetta hér. Þá segir við erum að nota HTML 4.01, við ætlum að nota strikt útgáfu og útskýringin á því hvað það er á þessari slóð. Þannig að þá getum við opnað þessa slóð og hún kemur hérna á endanum og svo eru aðrar tegundir af doctypes og það er gott net, frábært net hérna. Þannig að þá sjáum við hérna, þetta er skilgreiningin á því hvernig HTML 4.0 virkar. Þetta er ekkert eitthvað sem við þurfum að kunna, en þetta er bara svona, þetta er hérna, við erum að koma þaðan, þar sem þetta var svona ótrúlega mikið vesen að skilgreina þetta. En af hverju þurfum við þetta ennþá í dag? Þetta er arfleið frá þessum eldri tíma og vafrar, verandi þeir flóknu tæki sem þeir eru, þeir geta ennþá birt vefsíður sem voru skrifað 93 þegar að það skiptir máli hvernig doctype þú varst með og af því að vafrarnir vil ekki brjóta neitt þá þurfum við að hafa einhverja leið til að skilgreina. Við erum ekki að nota HTML 4, við erum ekki að nota HTML 2, við erum að nota þetta, þannig að það er doctype segir til það. Ef við sleppum doctype þá túlkar vafrarnir það þannig að við séum svona elsta típan af vefsíðum og fer í quirks-mód, þar sem voru fullt af bara svona böggum í vefrunum á þeim tíma sem urðu svona de facto staðlar, af því að það voru bara allir bara eitthvað, þessi vafri gera það svona og fólk smíðaði vefi til þess að þetta myndi lítið svona, þannig að vafrinn minn verður líka að gera þetta svona. Og ef það reyndir á rétt staðla DTT er standardsmód notað, sem er þá að nota staðlana. Ok, svo fáum við HTML 4, eftir hérna HTML 1 og 2 og þetta, 3 var aldrei neitt, HTML 4, það var loksins staðla árið 97, en byggt á SQML og skilgreinir þetta nútíma HTML sem við erum að fara að nota, bara sem við notum í dag. Flest þau element sem við notum eru svona grunnurinn að þeim komum frá HTML 4.
Svo erum við með XML sem hafa líka skilgreint af W3C á svipuðum tíma og það var skilgreint sem markup-mál sem á að vera lesanlegt bæði af manneskjum og vélum og geta búið til í raun hvaða struktúr sem er. Þannig við ætlum að geta tekið hvaða gagnastruktúr sem er og kóða hann í XML sem manneskjur og láta vélar lesa hann. Og einfalt og almennt. Þannig og verða að vera vel formið, þetta er mjög strikt. Öll XML-skjöl verða að vera rétt skilgreind. Þannig að þá erum við með hérna eitthvað XML-skjal sem er mjög líkt HTML en ekki alveg eins. Þannig hérna erum við með eitthvað page og eitthvað section og heading og eitthvað content og svo get ég bara búið til eitthvað. Það er með eitthvað hérna líka eitthvað author og það er með eitthvað publish date eða publishing date eða publishing time. Ég get búið til hvað sem ég vill. Þannig ég get búið til í raun fyrir mitt dót eitthvað skjal sem lýsir því sem ég vill að það lýsi. Ok, það er sett XML og svo erum við með HTML. Svo fengum við XHTML, þar sem að fólk var búið að vinna með XML og bara eitthvað djöðlega næs að vera bara með svona skjöl sem verða að vera rétt formuð og þau eru bara, þú veist, það er svo létt að skrifa forrit sem geta túlkað þetta. Af því þetta er alltaf rétt og ef þetta er ekki rétt þá er þetta bara vitlaust, þá er þetta bara ekkert, þá er þetta bara ekki til fyrir mér. Það er sett, svo kom þessi hópur, tók HTML og sagði, hey, búin til svona extensible hypertext markup language, sem er þá ekki lengur skilgrein HTML frá XGML, heldur skilgrein HTML frá XML. Og þá er það vel formað XML, sem er hægt að parsa eða þátta, sem sagt, fá gagnastruktúrin sem einhver skrifaði, yfir ykkur gagnastruktúr sem við getum notað í forritunum okkar, á einfaldan hátt. Það gekk ekki vel, af því að vefurinn er eitthvað hot mess. Fólk skrifa bara einhvern veginn, það gleymir að loka einhverju og ef að þú lætur það þá virka þannig ef að fólk gleymir að loka einhverju hérna, elementi, við skrifa bara H1 en ekki H1 lokast, þá bara brotnar vefurinn og getur enginn séð neitt. Það gekk ekki vel. Það var svona skemmtileg tími, það var mjög mikið debatt þetta og hérna. En út frá þessu og ótrúlega miklu brasi á vef, hérna, í vefstaðlalandi hérna frá 97 til svona cirka 2007, þá var bara, já, og á endanum fengum við HTML5. Og HTML5 var bara þegar það var bara ákveðin hópur sem braut sig út frá W3C og sagði bara eitthvað, þið eru föst í einhverju bjúrokrasíu rugli. Við ætlum bara að gera þetta byggt á HTML4 og við ætlum bara að vinna þetta þaðan. Við ætlum ekkert að fara í eitthvað XML-dót, við ætlum ekkert að fara að gera eitthvað það sem ykkur langar að gera, við ætlum bara að gera það sem að, þú veist, sane leiðin áfram. Og byggir ekki á SKML, þetta byggir bara á fyrri útgáfum, byggir bara á í raun því sem HTML er og hvernig það lítur út, en er svona samhæft fyrri útgáfum, svona backwards compatible. Þannig að við getum ennþá nota það sem var í gamla daga. Og auka samvirkni, samvirkni er það þegar að ég skrifa eitthvað á einum stað og ég get nota á öðrum stað, vinna í þá átt í staðan fyrir að vinna eins og XML vildi, að vinna í burtu frá svona, kannski ekkert frekar, en vera svona miklu opnari og vera svona embrace þetta hot mess sem að vefurinn er. Og þetta svo tókst loksins að koma í gegnum þvílíkt pólitískt bras, vesen. W3C sá loksins að sér og árið 2014, ekki fyrir það lengur síðan, var HTML5 skilgreint. Það er það sem við ætlum að nota í dag. Og út af allri þessari sögu, þá þurfum við að vera með doctype í skjölum okkar og það er svona. Þetta er það eina sem við þurfum okkur að vera og nú vitið þið af hverju. HTML5. Þetta var allavega fyrir nokkrum árum, var þetta alveg gífilega mikið svona buzzword. Það voru allir bara eitthvað HTML5. Hættum að skrifa HTML, það er ömurlegt að skrifa HTML, skrifum HTML5. Það er 5 sinnum betra. En þú veist, núna að segja HTML5 er óþarfi. Við segjum bara HTML og þá bara við HTML5. Og það er það sem við munum nota. Og eingöngu nota HTML5 nema eitthvað annað komið fram. Ok, seinasti parturinn. Alveg að klára það. Við ætlum að skrifa HTML. HTML er byggt í raun á 3 hlutum. Það er byggt á elements, sem er einstakur hluti af vefsíðun okkar og býr til þetta tré sem vefsíðan er með öðrum hlutum, sem sagt öðrum elementum. Element
geta innihaldið önnur element eða texta. Hvert element hefur í sér einhverja merkingu, merkingafræðilegt eða semantic, sem við fara betur yfir næsta mánudag. Ok, þannig að hérna höfum við dæmi element sem P-elementið, sem á við paragraf, og það inniheldur ekki annað element, heldur inniheldur að texta, og þá textanóðuna halló heimur. Þannig að með því að taka svona og púsla þessu saman, þá getum við búið til hérubil óundarlega flókin HTML-skjöl. Síðan erum við með, í þessum elementum, þá erum við með tags. Við erum með þess að byrjunartag, sem þá P, sem þá minna en P, stærra en, og þau þurfa ekki, en ættu að enda á lokatagi, sem minna en forward slash, eða framvísandi skástrik, P, minna en, stærra en. Og svo ef við höfum einhver attribute á elementin okkar, þá eru þau sett á byrjunartagið. Þannig að þetta svona mjög tæknileg og þurr útskýring á því, en þetta allt mjög einfalt þannig séð þegar maður svo skoða þetta. Ef við erum með element eins og EMG elementið, sem þarf ekki lokunartag, þá getur það verið svona sjálflokað, og þá setjum við forward slashið í endan á byrjunartaginu. Þetta þarf ekki í HTML5 og við ættum að sleppa því. En þetta það eru margir sem skrifa ennþá svona, sérstaklega svona vefforritar á gamla skólanum, en við þurfum þess ekki. Ok, það mjög algeng villa að gera ekki greinamun á element og tag. En það munur, þið vitið innan mun, þið vitið munin á elementi. Hei, notum bara P-tagið, nei, P-elementið. Af því þá erum við technically correct, sem the best kind of correct. Síðan þegar við erum komið með þessi element, með byrjunar og endatögum, þá erum við með attribute. En attribute eru svona heiti gildispar, key value, þannig að við erum með eitthvað lykil og eitthvað gildi, sem við setjum aukalega á elementið til þess að gæða því aukinni merkingu. Við erum að gefa því eitthvað aukalega. Þetta ekki lengur bara eitthvað venjulegt P, þetta P með class foo, sem þá einhvern veginn öðruvísi. Og þá setjum við það hérna á byrjunar elementið, tagið, wow. Það þarf ekki, þetta gildið hérna, þetta lykillinn, eða heitið, og gildið, eða valueið. Það þarf ekki að vera umlíki gæsalippum, en það æskilegt, af því að ef við varum með streng sem með bilum, þá verða flókið að lesa út úr því, flókið að parsa það, þó að það sé hægt, af því að vafrar eru frábærir. Og svo erum við með sum attribute, sem eru einfaldlega skilgreind með því að vera á taginu í elementinu, eins og til dæmis hérna selected. Það breytir bara stöðunni yfir það, þetta valið, þetta selected. Ok, þannig að þá erum við komin hérna með minnsta HTML-skjalið, og þá sjáum við hérna meta chasset, af því að við erum með, já ok, klárum þetta, alveg búið. HTML. Þetta rótin, þetta rótar elementið sem að skilgreina það við sem að vinna með HTML. Það fyrir allt, öll síðan okkar fyrir innan þessa elements. Þannig getum við sett lang og ættum að setja lang attribute sem segir til í hvaða máli vefsíðan okkar er. Þá til þess eru lesvafrar sem lesa vefinn fyrir þá sem sjá ekki vel. Lesan, þá veit hann, lesvafrinn, að hann að nota íslenska rödd eða enska rödd eða franska rödd og svo getum við breytt því á elementum, en ok. Svo erum við með head, og head yfirleitt fyrsta barn HTML. Það ekki krafa það í staðlinum, það yfirleitt, og það skilgreinir lýsigögnum síðan okkar, þannig að gögn sem lýsa gagninu, þannig að það til dæmis hvaða stafasett við ætlum að nota, og í minnsta lagi skilgreinir við stafasettið okkar, og titilinn á síðunni. Svo erum við með body, hann skilgreinir meginmál síðunar, þannig að það body elementið, inniheldur síðan öll elementin sem útbúa meginmál síðunar, sem þá actual efnið. Og það myndar tré með elementunum. Ok, þannig að þá þetta komið, og þá erum við með þetta dæmi hér, sem svona, þá sjáum við hérna UTF-8, kópurum þetta, finnum hérna það sem var bila hjá okkur áðan, peistum þetta yfir, nei, vitlaust, svona, peistum þetta yfir, þannig að núna erum við búin að
breyta úr því, áðan vorum við með HTML skjal sem var ekki rétt formað, þannig séð, en gat verið túlkað af árunum. Nú erum við búin að setja hérna stafasettið, titilinn og body hérna sem hi. Ok, þá getum við farið yfir í FileZilla og við getum tekið og yfirskrifum, komið, förum hérna. Spennandi. Þetta er ekki rétt skjal, ekki spennandi. Þetta er rétt skjal. Hæ, og það er réttur stafur. Þvílíkur endir á fyrsta fyrirlestri.